Vist, þín ánægja. Komið sæl. Það hefur nú gengið á með töluvert mikilli úrkomu á þó sérstaklega landi sunnan og vestanvert í dag og það hefur verið gríðarlega mikil úrkoma á Suðausturlandi og sérstaklega þá eins og í Lóni þar sem að vegurinn fór í sundur vegna vatnavaksta. En ef við lítum síðan á stóra Atlantshafskortið okkar þá sjáum við að læðin sem olli þessu hún er svona að skríða hér norður fyrir og er komin norður undir Scoresbysund á Grænlandi í fyrramálið en við sjáum svo læði sem er að nálgast hvarf að hún er í raun mánudagslægðin okkar og við förum betur yfir það á eftir og svo hér við Portugal þá sjáum við í leifarnar af fellibylnum Gabriel sem eru þá að fara að hrella Íberíuskagana að einhverju leyti allavega, sérstaklega Portugal þó og svo er mikil og myndarleg hæði við Skandinavíu sem heldur fínu veðri á þeim slóðum. En ef við förum þá yfir á hitasviðið þá sjáum við að í kjölfar þess að lægðin fer hjá að þá kólnar svolítið en svo kemur aftur hlýindi með mánudagslægðinni hérna yfir okkur en það verður í raunverulega ekki kalt en það mun kólna ofurlítið. Það mun þá líka hægja örlítið á þannig að úrkoman sem fellur á jökla mun þá líklega smá saman færast yfir í snjó sem dregur aðeins úr afrennsli þannig að það ætti að minnka álag á vatnsfarvegi fyrir vikið. En við sjáum að Skandinavarnir liggja hérna hitamegin í hæðinni en aftur á móti í Rússlandi er mun kaldara. Þróunin hjá okkur síðan í kvöld, nótt og í fyrramálið er að það eru hérna gular vindaviðvaranir á Norðurlandi en það er detta út 11 í kvöld og á miðhálendinu klukkan 3 en annars dregur jafnt og þétt bæði úr vindi og úrkomu í nótt og í fyrramálið verður þetta orðið ágætasta veður. Það er svona suðvestlæg átt í þessu, tölurnar hafa gengið svolítið svona dregist niður, það voru í 17-18 stig í dag hérna á norður og austurlandi þannig að við náum þeim tölum ekki á morgun, þetta hægur vindur og svalar á loft að upplægi. Þróunin síðan þá yfir til sunnudags er að það er í raun skúraleiðingar nokkuð víða, hvergi mikil úrkoma né mikil vindur þannig að hádegi á föstudag þá verða einhverjar skúraleiðingar hérna allra vestast en bjart og þurrt á norðaustur og austurlandi sérstaklega þannig að það er bara ágætasta veður fyrir helgina þó vissulega verði ekki alveg þurrt hérna sunnan og vestan til. Þegar við lítum síðan aftur á móti þróunina frá sunnudegi til mánudags og sjáum hvernig vindurinn fer að aukast hérna seint á sunnudagskvöld en skilin kom ekki upp inn á land fyrir seinni part nætur aðfaranótt mánudags þannig að staðan á hádegi á mánudag er þá þessu lík. Skilin liggja hér yfir sunnan og vestanverðurlandinu. Það er ekki farið að rigna mikið undir Vatnajökli á þessum tíðanpunkti en þessi skil færa síðan áfram til austurs þannig að þá kemur hins vegar mun meiri úrkoma á Suðausturlandi en hér er sýnt. Einhverjir dropar munum líklega falla á Norðurlandi en þeir verða ekki margir og þá fara hitatölur aftur á uppleið hérna fyrir norðan en ágætt þess tölur kringu 10-12 gráðurnar hérna í úrkomunni. Á þriðjudag hins vegar þá voru þessi skil sem við sáum á mánudag komin hér vel norður fyrir land og hér liggja leifar af svona úrkomubakka sem nú skúrakenndari heldur en rigningi sem verður á mánudag en að mörgu leyti fínasta veður sérstaklega þá hérna fyrir norðan og austan og þar geta hitatölurnar farið í svona 15-16 stig þar sem best lætur en við liggjum hérna í 10-12 gráðunum hérna í úrkomunni hérna sunnan og vestanlands. Ef við síðan förum þá yfir til Evrópu og þá er það þessi hæð hér yfir Skandinavíu og ágætasta veður þar og í sjálfu sér ágætast veður hérna í norðurhluta álfunnar en svo eru svolítið skúrakennt bæði á Balkanskaga, Ítalíuskaginn og svo sérstaklega þegar maður kemur alveg niður á syðsta hluta Ítalíu að það er töluvert skúrakennt og þrumur og eldingar getur gert vart við sig. Íberíuskaginn, það gætu verið einhverja smá fjallaskúrir við Barcelona en svo sjáum við hér leifarnar af henni Gabriel sem að er að fara að hrella Portugala en hún mun síðan fara þá áfram til suðausturs og stefna til Sevilla til sunnudags. Kanaríeyjar, þar er norðlæg átt, bjart og til þess að gera hlýtt með árstíma og lítið meira það að segja, bara fínasta veður. Og ef við lítum síðan vestur hafa þá erum við með leifar af þessum svona lítinn hérna, trópísku stormur sem hann er líklega aldrei að verða fellibylur norður á Kúbu og hann stefnir svona hérna nálagt ströndinni og svo er það Roberto sem er að fara svona, hann að stefnun en fer líka aldrei inn á land en fer síðan til norðurs og svo erum við með Nando hérna á vestan megin ætla ég nú að hafa sagt sem að er að fara frá landi þannig
áhrif hennar verða nú lítil sem engin. En skúraleiðingarnar hérna í suðausturhorninu verða hins vegar töluvert miklar með þrumum og eldingum, en að öðru leyti bjart og ágætasta veður hérna í miðríkjunum og sléttunum miklu. Þannig að það einra bara svona eitthvað fyrir alla eiginlega í Bandaríkjunum þessa dagana. En við áttum þetta gott heita í kvöld, verið sæl.